Það alveg til fyrirmyndar hvaðan Björn Valur búinn að læra þessa rullu sem fer með hvar sem hann kemst nálægt fjölmiðlum varðandi þessa stöðu sem hans sýn örugglega á stöðuna í landinu í dag. En staðan því miður þessi upphæð sem hann nefnir algjörlega úr lausu lofti gripin og það nú betra að fara vel með sannleikann, skulum við segja, en staðan sem upp mjög grafalegt og þá ég fyrst og fremst að tala þá aðila sem eru ríkisstarfsmenn sem halda hér lífi sjúklinga í herkví, halda hér 2 landbúnaðargreinum algjörlega í herkví líka. En sjáðu til á sama tíma gátu tæknimenn hjá RÚV gert vinnustaðasamning við rafiðnaðarsambandið bara svona einu degi svo smelt væri fingri og RÚV í gangi. Þetta ekki rætt. Hvað hefði gerst hefði verið slökkt á RÚV sjáðu. Þannig að þetta svo margt sem uppi. Ríkisútvarpið ríkisstofnun, þeir gátu gert launahækkun. Geta ekki aðrir ríkisstarfsmenn geta þeir ekki fengið sambærilega hækkun eða Ríkisútvarpið ekki leyfi frá ykkur til þess að hækka launin? Það var ekki rætt að sjálfsögðu við fjárlaganefnd. Ég veit ekki hvað þeir hafa líklega rætt við fjármálaráðherra. En þarna sér maður hver kannski forgangsröðunin í þessu verkfalli. Það voru sett lög á sínum tíma til þess að tryggja ferðir Herjólfs. Það voru sett lög á alls konar vinnudeilur. En hér fólk að bíða eftir að komast í skimun út af krabbameinsaðgerðum. Ég að segja það. Þetta mjög alvarleg staða og að opinberir starfsmenn skuli nota verkfallsréttin, okkar heilasta vopn, í akkurat velja út þessa viðkvæmu þætti og dýralæknar ríkisins eru allir í verkfalli. Þetta eru þeir sem eiga að hafa eftirlit með svínabúum og kjúkling- og kalkunabúum. Það ákveðin hópur dýralækna ríkisins sem ekki í verkfalli, þeir vinna á keldum og eru raunverulega að starfa á sama sviði og fyrirtæki á einkamarkaði að taka sín úr búunum. Ég segi, af hverju eru menn ekki samkvæmir sjálfu sér? Og ég átta mig ekki á. En stendur ekki upp á stjórnvöld að laga launin? Hversu langt hægt að ganga til þess? Finnst þér til dæmis kollega mínir hjá sýslumanni vera með lág laun og það í síðustu viku voru 5.000 óþingli skjöl dýralækna ríkisins, eru þeir með lág laun? Ég get ekki tekið undir það. Nei, ég að segja það. Ég alveg klára því þetta ekki mestur láglaunastéttur. Nei, þannig að þetta svo sorglegt að horfa upp á þetta en svo ætla ég líka að taka almenna vinnumarkaðinn og Björn Valur var að kalla hér eftir hvað við gerst síðustu árin. Það var nú til dæmis vinstri stjórn hér á síðasta kjörtímabili og það náttúrulega var bara samkomulag að fara ekki í verkföllum með vinstri stjórn var við völd. Hver gerði það samkomulag? Það var þegjandi samkomulag, við vitum það alveg. En það náttúrulega þannig, það svolítið skrítið þegar aðilar á frjálsum markaði, Samtök atvinnulífsins og ASÍ félagar og aðrir alltaf að kalla á stjórnvöld að þeir að koma að málunum. Þetta eru aðilar sem eru fyrir utan ríkiskerfið og hljóta geta samið sín á milli. En áhyggjurnar hef ég af þeim aðilum sem eru ríkisstarfsmenn. Ég held að þetta séu svona koldustu kveðjur sem launþegar þessu landi hafi fengið lengi vel. Svo þetta alltaf sagt Þetta mjög alvarleg staða sem uppi og okkur ber skylda til að leysa hana í staðins að hnýta í fólk með þessu orðalagi sem Vigdís Hauksdóttir fór hérna yfir áðan. Svo þetta sagt, gera lítið á fólki sem í kjaradeilu, að leita réttinda sinna. Þetta var kalda kveðjur með að það að fá að lifa í loftinu.